En svo magnað þegar við erum að syngja þetta síðasta lag, Worthy is the Lamb, að þá bara, ég gat ekki hægt að hugsa þegar Jóhannes skýrari hittir Jesú í Jóhannesguðspjalli 1:29, þá bendir hann á hann að sjá Guðs lamb. Þarna á ferðinni Guðs lamb sem ekki bara ber syndir heimsins, heldur bara ber synd heimsins sem að mannkynið var í. Og Jesú tók það allt á sig. En allavega, í Smárakirkju, þá eru við bara með smáreglur og ég vil bara biðja vinsalegast fólk að ekki vera rápað við bara sýnum Guðs húsi þá virðingu sem á skili. Og ég ætla bara að segja ykkur að það er ekki predikun sem breytar lífið ykkar, það er ekki lofgjörð, það er bara Jesú Kristus sem getur breytt lífum okkar. Og hann gerir það í gegnum orðið. Í dag langar mig að fara aftur í svona sem frá var horfið síðast, sem er svona frelsið í Kristi Jesú. Sem sagt, síðasta sunnudag talaði það er engin fyrirdæming í Kristi, sem er alveg rétt, amen. Og þegar það er engin fyrirdæming í Kristi, merkir það bara að það er engin dómur yfir þér í vændum þegar þú ert búin að eignast frelsunarverki í Kristi Jesú. Hann er með langar bara að hoppa aftur í svona svipaða dæmi, og náttúrulega að það er ekki fyrirdæming Kristi merkir líka að þú ert ekki undir lögmáli Móse lengur, sem segir sig sjálft, að því að það er fyrirdæming að þú ert undir lögmáli. Alltaf vera að benda þér á hversu lélegur pappír þú ert og þarft á frelsara því miður að halda. Og ég líka. Að því að Rómarbréfið 3:23 segir það hafa allir syndgað og allir mönnum skortir meiri guðsdýr. Þetta er bara einfalt. Hvort sem að fólk er kristið eða ekki, þá þurfa allir frelsara að halda. En góða fréttin eru að með Kristi Jesú og dauða hans þá hefur við upplifað nýtt frelsi. Mér langar að hoppa í 5. guðspjalli, Rómarbréfið. Það tengdi engin brand, takk fyrir að hlæja ekki. Rómarbréfið er bara, þetta er það gott bréf að margir guðfræðingar hafa sagt bara í svona gríni, þetta er 5. guðspjalli, þetta er ekki 5. guðspjalli, ekki misskilja mig. Rómarbréfið 10:3-5. Fyrirgefið, smá inngangur. Þarna í bréfinu er Páll að útskýra Ísrael. Þetta er sérst fagnaðarerindið og Ísrael. Hann er að útskýra að Guð er ekki búinn að sleppa hendi af Ísrael. Það er svo margir kristnir og guðfræðingar sem einmitt halda það. Já, bara kirkjan tók við að Ísrael. Nei, það virkar ekki þannig. Þetta heitir replacement theology. Það er guðfræðin, en hún bara gengur ekki upp á engan hátt. Guð hefur ekki gleymt Ísrael. Og hérna segir hann, þeir Ísraelsmenn þekkja ekki réttlætið sem Guð gefur og reyna því að ávinna sér réttlætið sjálfur. Því hafa þeir ekki gefið sig á vald réttlætinu frá Guði. En Kristur leiðir lögmálið til lykta, lögmál Móse, svo nú réttlætið sérhver sá sem trúir. Svo segir hann í versi 5, Móse ritar lögmálið sem lögmálið veitir. Sá maður sem breytir eftir boðum þess mun lifa af því. Sem sagt, í 3. versi, tökum við bara skref fyrir skref. Wow, það er ok, flýtum okkur. Í versi 3 á er hann einfaldlega að segja að þeir gyðingar sem ræðir í Ísrael, þeir þekkja ekki lögmálið sem að Guð er búinn að gefa þeim í Kristi Jesú. Af því að þeir eru núna í þessu sem við vantrú, að þeir eru ekki búin að gefa sig á það vald sem Guð er búin að gefa þeim í Kristi Jesú. Sem er mjög hættulegt, af því að svo reyna þeir eins og segir, hann ávinna sér inn réttlæti. Þetta er svo ríkt í mannskepnunni, ég ætla að gera þetta allt í minni getu. Ég ætla að reyna að fullkomna það verk sem er ekki séns fyrir mig að byrja á, ég ætla samt að reyna að fullkomna það. En það gengur ekki upp. Og þá er hann einmitt að segja, þeir reyna að gefa sér eitthvað sjálfréttlæti, sjálfsréttlætingin. Ég get þetta, sko. En það virkar ekki með Kristi Jesú. Af því að hann gefur þér réttlæti sitt. Jesú gaf sitt réttlæti eftir á krossinu til þess að þú getur öðlast og öðlast eilíft líf. Í versi 4, lögmálið hann leiðir til lyktar. Jesú Kristur, hann er endalok lögmálsins. Það er hann sem er upphafið og hann er endirinn. Hann fór með lögmálið alla leið, hvenær? Á krossinu, þegar hann tók það allt á sig. Og versi 5, þá segir hann einfallega bara að Móse rita lögmálið á þann hátt að þú er að lifa eftir því. Það er ekki nú bara að heyra lögmálið, þú er að framganga því. Af því að ég er í fötum sem eru meira einu efni, sem segir að ég get ekki haldið það. Þar alveg ég ber syndugur.
Lögmálið sagði, þú mátt ekki gera þetta, þetta, þetta og þetta, þú mátt gera þetta, 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 bara reglur og bendir á, herri, ég geti þetta ekki. Þetta eru 613 reglur það sem mátt gera og það sem mátt ekki gera. Og enda sérst það, þeir bara gátu það bara alls ekki. Þeir Móse gefið lögmáli en það liðni bara nokkri dagar, þá fóru að tilbiðja skurgu og allt saman, sem sýndi að þeir bara gátu ekki haldið það. En með Kristi Jesú höfum við eignast frelsi frá þessu lögmáli, með dauða hans og upprisu, og þá getur þú eignast þetta sem frelsi. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Látið ekki aftur leggja á okkur ánauðar ok. Með Kristi Jesú, hann gaf frelsi sig til þess að þú getur öðlast frelsi með honum. Ég er búinn að tala allt, ég er með svo miklu meira en ég ætla að láta þetta gott heita.